Aumingja kallinn Jóhann Smári, Norðurópið. Þú ert alltaf duglegur við að reyna að berjast og koma með óperur hérna á Suðurnesin og hérna, það þarf einhver að gera það. Já. Hvað býður upp á núna? Sko núna ætlum við, síðast vorum við með stórtónleika með fullt af einsöngurum og stór hljómsveit og allt og þá lofaði ég að næst myndi ég koma með óperu og fyrir valinu varð einn þáttungur sem bara klukkutíma löng en alveg gríðarlega skemmtileg stykki eftir Puccini sem heitir Gianni Schicchi og ég ákvaða að þýða það og staðfæra á Suðurnesin korter í kreppu af því að öll óperan hún gengur út á græðgi. Þau eru þannig mætt ættingjarnir að þykjast syrgja, þau eru að bíða eftir að kallinn drepist, ríkikallinn sem á útgerðina heildsölun og það sko, af því að þau eru öll búin að taka kúlulán út á peningana sem þau hafa reiknað með. Og hérna, svo deyr kallinn og þau finna erðaskan og þá fá þau ekki neitt. Og þá náttúrulega þarf að gera eitthvað. Hvernig hefur gengið að æfa og svona og hvenær ætlaði að sýna? Þetta gengur rosalega vel, en þetta svolítið erfitt af því að við erum með fólk úr öllum áttum. Þannig að við gerum bara eftir 2 í viku. Við erum búin að dreifa þessu yfir einhverja mánuði sko, en venjulega æfir maður í óperúsinu 6 vikur, 2 á dag, 3 klukkutíma. Þannig að þetta svolítið öðruvísi, en af því þetta svona stuttstykki þá gengur þetta sko. Og hljómsveitin kemur sem sagt næsta sunnudag og það alveg gríðarlega flott fólk og við ætlum að leyfa ungri stelpu sem býr hérna í Keflavík, hún hérna Rosalie Methús sem bara unglingur. Hún fær að vera konsertmeistari, að leiða hljómsveitina. Ég stjórna en hún leiðari sem sagt fyrsta fiðla. En svo erum við með fólk úr sinfóníuhljómsveitinni, við erum með fólk sem eru kennara hérna í skólanum og úr öðrum hljómsveitum inn í Reykjavík sem koma og spila með og þetta það meira sér eina fljúga heim. Hún í framhaldsnámi erlendis, hún Karen Steinarsdóttir, dóttir Steinars Guðmunds, til þess að spila með það því að það finnst þeim öllum þetta svo gaman sko. Og ég lofa að þetta sko líka fyrir fólk sem þekkir ekki óperur, þá þetta alveg kjöri stykki að koma og hafa gaman því að það líka vitnað í fólk hérna á Suðurnesjum. Í aríuna hans Gissur Páls talar hann ljósanóttina og eldfjöllin og bláa lónið og þannig að ég held að fólk eigi eftir að hlæja mikið af textunum. Ja. Og hvað verður þetta margar sýningar? Þetta ein helgi eða? Þetta ein helgi, 3 sýningar. Föstudag 15. maí klukkan 8 frumsýning, svo 16. klukkan 4 og svo á sunnudeginum þá hérna ein sýning klukkan 16. Og við gerum þetta líka af því að við erum með upprunalega var þetta óperustúdíó Norðuróps og tónlistarskólan sem með þetta. Svo byrjaði að bætast við fólk, atvinnufólk og svona, þá náttúrulega ekki hægt að kalla þetta lengur nemendasýningu. Þetta alveg alvöru. Og til þess að koma fyrir öllum úr óperustúdíónu þá létum við 2 syngja hvert hlutverk og jafnvel 3 sópranur syngja. Og þar erum við með gríðarlega flott fólk. Ég meina, við erum með þessa nýju pólsku sem allir að uppgötva, Martínu Gisela. Og sama hlutverk syngur til dæmis Jóhanna María Kristinsdóttir og hún Guðrún Hildur Jóhannsdóttir, hún Dunna. Og svo þú veist, bara endalaus hópur af frábæru fólki. Þú lofar góðri skemmtun? Þetta algjörlega, 100%. Rikki ungi ástfangnimaðurinn sem hann eins og þú veist að segja áðan, fæddur með silfurskeið í munninum og hefur svo sem ekki miklar áhyggjur af þessu en náttúrulega þegar það liggur fyrir að það ekkert í erfðaskránni, þá þarf að gera eitthvað. Þá hringjum við í réttarann, Gianni Schicchi. Og verðum sammála það að þetta heimsins mesta bragð sem hefur sessi fengið. Hvað? Ég reyndar líka á eftir dóttur hans. Já, ég leyfi það, en ég svona... Ég ekki alveg viss með allan farangurinn, fjölskyldufarangurinn sem kemur með honum. Það er svona helst það. Réttast það. Þannig að
En mér líkur best við Rikka af allri familíinni. Eðlilega. Og hvað, þetta er þekkt gaman verk. Já, og þetta er úr... Heimsþekkt. Já, þetta er heimsþekkt. Þetta er úr þessu flokki sem er kallaður Il Trittico, eða bara þrennan, eða þrenningin. Og þetta er eina af þeim óperum. Þetta eru allt saman svona stuttaróperur og þessi hvað er hún í flutningi? 1:20 hálfur? Hún er svona réttur klukkutíma, það fer bara eftir því hver hraðin er, sko. Akkurat. Þannig þetta Trittico er sett upp allan heim allan þessu, sko. Þannig Og flutt á tungumáli í því landi sem það er. Það búið að íslenska þetta hér, er það vanalagt eða? Það er upp og ofan, sko. En það er mjög gaman að gera þetta hérna á íslensku og ekki síst, þetta er ekki bara á íslensku, þetta er á Suðurnesi íslensku, sko. Hér erum við með alla staði og menn og málefni. Já. Er það ekki? Já. En hérna eru þetta staðfært til Suðurnesja. Kortir í kreppu, Já. var mér sagt. Já. Ekki þessi sem er að koma, heldur síðustu. Já, síðustu, já. Já. En peningar í spilinu og það er hérna örstuttum sögutráðin. Þannig að fjölskylda hans bara í grófum dráttum, þau sjá frænda sinn deyja og halda þau fái pening. En svo kemst í ljós að prestarnir í, Keflavíkurkirkju? Já. Fá allan peninginn. Þjóðkirkjan fær allan peninginn. Þannig að þau sækja mig og ég ætla að redda málunum og fyrst er ég svona, ég veit ekki með þetta, ég ætla ekki að hjálpa ykkur, þið eru eitthvað svona old money, hrægammar og leiðinleg. Og ég er svona nýr inn í auðinn, sko, á svæðinu. Þannig að, en dóttir mín sannfæra mig það, að ég þarf að hjálpa og ég ger allt fyrir dóttir mína. Þannig, ég bý til plan til þess að aðstoða og breyta erfðaskránni með því að þykjast vera Bárður og að því ég er svo frábær leikari. Já, virkilega. Gianni Schicchi er algjör leikari. Rettar öllu. Og rettar öllu. Ég veit ekki hversu mikið ég á að spoila samt það. Já, það má ekki segja það endanum, sko, en sko minn hvati í þessu verki er náttúrulega fyrst og fremst að ganga frá hjónabandi við dóttur Gianni Schicchi, sko. Já. Sem að þær eru enda 3, sko, þannig að komst í feitt, sko. Og við skulum bara segja líka að ég er að gera mitt besta til þess að fá eitthvað út úr þessu. Já. Kannski gengur það, hver veit. Þetta skemmtilegt að taka þátt í svona lögum? Alveg frábært, sko, alveg dásamlegt, sko. Jóhann Smári, við náttúrulega þekkjumst frá fornu fari og það er yndislegt að vinna með honum og ykkur öllum. Þetta er bara virkilega gaman, sko. Og verður flott, því að mikill metnaður í þessari uppsetningu og þetta er svolítið skemmtileg sýning fyrir þær sakir að hérna erum við með marga einsöngvara og við virkum bæði sem hópur og svo eru allir með sína línur. Þannig að þetta er svona fjölbreytni í öllu saman og svo erum við raun og veru líka kórinn, en það er engin kór, við erum bara kórinn. Þannig að þetta er svona, þetta er skemmtilegt. Hún er létt og skemmtileg og frábær sýning til að gera hér því að þetta er svona í raun og veru einn þáttungur sem gerist á sama stað allan tíman sem að gerir okkur kleift að gera flotta leikmynd. Þetta verður eitthvað. Mikil orka. Já.